Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér Pétur Eggers, sérlegur, rannsóknarblaðamaður, grúskari og þar framtöku aktivisti Rauðaborðsins og samstöðurinnar. Almennileg kynning. Já, ekki. Bara tek þessu. Ég fekk þig hingað svona í dag á mörgum ástæðum. Mér langar svolítið að spjalla Gaza, náttúrulega alltaf fyrst og fremst og Palestínu og Vesturbakkann og allt það sem að gerast. En það líka svo margt annað að gerast. Þetta svona eins og svona Gaza svona punktur og það svona þræðir einhvern veginn svona og svona bara sem að einhvern veginn leiða mann í bara fasismann einhvern veginn sem svona undirliggjandi í öllu okkar samfélagi og öllu hinu vestræna samfélagi og það bara einhvern veginn svo margt í gangi en ekkert í fréttum og ekkert einhvern veginn, það rosa mikið af upplýsingum og erfitt að vinna úr þeim og mér langaði svona einhvern veginn að ná svona að kjarna þetta svona með þér. Kannski byrjum bara á Gaza. Hvað að frétta af Gaza? Já, það þegar stórt spurt. Það hefur ekki verið auðvelt að halda utan svona rauða atburða síðan að meint vopnahlé var sett á. Og í rauninni mætti segja að maður sjái meira af ísraelskum áróðursfréttum og herferðum og auglýsingum heldur maður sér af raunverulegri umfjöllun frá blaðamönnum á Gazaströndinni eða á Vesturbakkanum sem maður náttúrulega undir miklum árásum þessa dagana. En svona kannski að því sem að þú sagðir í inngangnum sem var það að Gaza virðist vera einhver svona smá miðpunktur. Þannig að það eru margir sem hafa komið orðið að þessu eflaust betur en ég mun gera núna en það er augljóst að eins og þú segir að maður horfir á það sem að gerast á Gaza og óhjákvæmilega hugsa maður fasisma. Sumir vilja meina að vandamálin við kapitalisma séu að kjarnast á Gazaströndinni eða kolónialisma eða hægt að rýna í þetta á mismunandi levelum en eins og einhver sagði við mig ég man ekki hver það var einhver sagði við mig einhvern tímann að fasismi í rauninni það stig kapitalisma sem þú endar á þegar kapitalismi bregst almennum borgurum og það náttúrulega bara eðli kapitalisma hann drekkur upp svona auðinn og þjóðararðinn og byggir á því að fé streymi frá almenningi og meiri hluta yfir til minni hluta sem heldur áfram að skapa skýjaborgir af seðlaturnum og þegar kapitalismin fer að bregðast að þá náttúrulega eykst valdbeiting því að það kemur sig svona ákveðin óró í samfélaginu. Sáum þetta í hruninu að ég held að við höfum ekki séð svona ýkta birtingamynd óánægju almennra borgara eins og í hruninu áður þannig að lögreglan var einhverju leyti óviðbúin og hún sór það líka að hún myndi ekki láta grípa sig svona off guard aftur en það hefur bara út allan heim höfum við séð svakalega aukningu í lögregluofbeldi og valdbeitingu í rauninni valdastéttar gegn borgurum sínum en hvergi sjáum við það verr heldur en á Gazaströndinni og já, ég held að það sé svona heilbrigðasta leiðin til þess að horfa á það og líka átt að sjá því að þetta allt samtengt og þaðan kemur náttúrulega svona þessi frasi sem margir segja að enginn frjáls fyrir en Gaza frjáls eða enginn frjáls fyrir við öll frjáls sem að svo sannarlega satt. En já. Já, ég að lesa eins og þú segir, það eru svona takmarkaðar upplýsingar sem koma frá Gaza núna og það ég meina stærsta ástæðan fyrir því væntanlega vegna þess að það bara búið að myrða alla blaðamenn sem eru á svæðinu. Já, og það eru bara ansi fáir þannig til þess að bera vitni það sem í gangi. Fólkið sem einhvern veginn eftirlifendur, þau eru bara upptekin núna við það að reyna einhvern veginn að moka saman lífum sínum eða bara halda lífi. Og já, svona þessar fréttir sem eru að berast eru ýmist af svona vopnahlés eða bara stríðsglæpum í Ísrael sem einhvern veginn svona svolítið svona þaggaðar með fréttum af uppreisnarhópum sem og bara palestínufólk að drepa palestínufólk og svoleiðis en ég meina hvernig veitum við hvað er rétt og
hvað er rangt í þessu? Já, ég meina það náttúrulega svona erfiða við svona flókna stöðu að það erfitt að fylgja þræði ef maður ekki með heildarmyndina og það besta sem maður getur gert náttúrulega bara að sækja sér upplýsingar úr öllum áttum og ef að þú tekur inn áróður rétt eins og þú tekur þú tekur inn upplýsingar frá Ísraelum eða áróður frá Ísraelum rétt eins og þú tekur upplýsingar eða áróður frá Hamas og þú tekur það inn að jöfniði og þú leggur þetta niður fyrir framan þig og þú horfir yfir svona stöðumála og valdastrúkturinn og þú veist úr hvaða valdastöðu hver að gera hvað þá verður náttúrulega sannleikurinn hann kemur í ljós, það er erfitt að hilma yfir honum en það er erfitt að sjá það ef að maður hefur ekki heildar sýnina og á það reiðir náttúrulega áróðurinn, hann reiðir á það að fólk sé bara að lesa yfirlýsingar frá ísraelska utanríkisráðuneytinu eða varnarmálaráðuneytinu eða þú veist og þú sért ekki að lesa upplýsingar sem koma beint frá stjórnvöldum í Palestínu eða frá mannúðar félögum eða annað. Þannig að besta leiðin til að reyna að gresja út hvað raunverulega gengur á er náttúrulega bara að skoða hluti í sögulegu samhengi, að skoða fréttaflutning úr mörgum áttum og að reyna að leggja dálítið niður tímalínuna sjálfur og það er allavega á þessum tímapunkti nánast óhjákvæmilegt að setja sig inn í þetta án þess að gera það en það er náttúrulega augljóst að þetta vopnahlé sem var tilkynnt var ekkert nema leikrit og það hefur endurspeglast verulega í íslenskum fjölmiðlum að umfjöllun þetta vopnahlé, hún er bara óheiðarleg í alla staði og það er þú veist, var verið að tala um það að Ísrael væri búið að rita undir vopnahlé og Hamas búið að rita undir vopnahlé og vopnahlé komið á sama tíma og Ísrael að sprengja fólk á Gazaströnd og þú veist, maður að lesa á einum degi, maður að lesa fréttir að Ísrael ætli sér að virða vopnahléð og síðan er næsta frétt Ísrael að sprengja almenna borgara og fólk í flóttabúðum. Og það er einhvern veginn það er ekki sett, þú veist, það er aldrei farið í einhver svona heildræna greiningu á öllum upplýsingunum sem koma og ég skil það alveg, bara að vera í stöðu blaðmanns og vera bara með einhverja fréttaveitur og vera svo í sambandi við fólk á Gaza og einhvern veginn að reyna að púsla þessu öllu saman en það er einmitt það sem vantar, það vantar svolítið svona samhengi. Já, ég meina að við sjáum líka að það er mikið undir hjá valdhöfum að reyna að slíta og rjúfa samhengi og við sjáum Ísrael að fara það langt að núna var bara verið að tilkynna $12 milljón fjárfestingu Ísraelska ríkisins í sem sagt vörslu og umönnun á uppgraftarsvæðum og fornmunasvæðum innan Vesturbakkans. Þetta er náttúrulega bara gert í þeim tilgangi að afmá söguna og reyna að þurrka út í rauninni þjóðarkennileiti Palestínumanna og það sem þeir vilja sjá síónistar og þeir sem aðhyllast útþenslu þessa kynþáttaríkis að þeir vilja náttúrulega bara sjá alla muni þurrkaða út og þeir vilja geta sagt eftir 50 ár að Palestínumenn hafi náttúrulega bara aldrei búið á þessu svæði, að þetta séu bara Arabar og nágrannaríkjum sem hafi komið þangað inn og þú veist, og það er narratífinn sem að þau reyna að mála en við vitum náttúrulega að það er ekki satt og það þarf ekki að gera annað heldur bara að rýna í jarðarannsóknir á svæðinu og kynna sér örlítið aðdraganda seinni heimsstyrjaldar og svona hvernig landslægið var þegar Bretar fóru þarna með völd og hver bjó á landinu þá og hver tekur við landinu og hvaðan fólki kemur. En þeir vilja ekki að fólk sé meðvitað þetta og þau fjárfesta gífurlegum fjármunum í þessu. Síðan náttúrulega samhliða þessu eru aðgerðir eins og yfirtakan á TikTok í Bandaríkjunum þar sem að núna, ég man nú ekki hvað hann heitir, amerískur síónisti sem að ég man ekki hvað heitir akkurat núna. Kemur seinna. Já, sem að fekk í rauninni yfirtökur rétt og eignast TikTok í Bandaríkjunum eftir áralanga herferð Já, ég meina þeir ætluðu að loka og lokuðu í eitthvað, það var nú ekki langur tími Já, það voru svo 2 aðrennur gerðar að þessu en að mestu þá gekk þetta svo sem friðsamlega fyrir sig þessi yfirtaka svona fyrir utan sirkusinn sem fylgdi þessu í umfjöllun og þegar þetta tekið fyrir á þingi og eitthvað en á hverju vilja þær eiga TikTok? Ef þú átt TikTok þá hefur þú náttúrulega stjórn á algoritmunum og það er þannig sem að við stjórnum umræði í dag að við setjum ákveðin bannorð inn í algoritmun okkar þannig að við erum ekki að til dæmis ef vídeo eða texti við vídeo hefur orðin frjáls Palestína eða þú veist all cops are bastards eða ákveðin orð sem eru svona andfasísk eða standa með mannréttindum sem að gengur gegn hagsmunum ríkjandi valda að þá geta þau hreinlega bara lækkað í takkanum og sagt ekki vera að stinga upp á þessu myndbandi við fólk sem er að vafra á plattforminu okkar og það er
það er vald í dag. Ég meina það er birtingamynd valdsins í fjölmiðlum. Þetta er ekki eins og þetta var hérna fyrir 2 áratugum síðan þar sem að valdið snýrist rosa mikið utan dagblöðu útgáfu þeirra. Að það hefur náttúrulega orðið að stafrænum miðli og við höfum séð að þessi neysluhyggja og þessi örmyndbönd hafa alltaf tekið við af fréttaveitum fyrir mjög marga. Og auðvitað fylgja þá valdhafar og peningar þangað og þá snýst baráttan að hafa ígrip þar og ég meina við vitum náttúrulega að Mark Zuckerberg er síonisti sjálfur og hann hefur alla tíð gert það erfitt fyrir fólk að kritisera Ísrael en það hefur náttúrulega bara gefið í síðan að Trump tók við síðan að það var í rauninni bara normaliserað að málfrelsi sé keppt og það á sér stað í rauninni ákveðin svona bara ákveðin bylting í þágu auðvaldsins bara núna þegar Trump tekur við í öðru annarri valdatíð sinni að þá getur fólk bara verið opinskátt með það að það vilji ekki leyfa ákveðna umræðu og við höfum heyrt Netanyahu bræða þetta fyrir framan myndavélar hversu mikilvægt það er fyrir Ísrael að halda ítökum sínum þar. Já. Og einmitt þetta þegar Trump er að útskýra svona þegar hann svona sannfærði Bibi Netanyahu að gangast að þessu vopnahlé samkomulagi þá sagði hann einmitt Bibi you can't fight the world og þá var hann að tala um upplýsinguna. Hann var ekki að tala um her eða hann var ekki að tala um þú veist að því að þeir eiga allan herafla í heiminum einhvern veginn Ísrael og Bandaríkin sín á milli að þeir virðist. En það var þetta sem hann var að ræða og þetta er sko svona strategískt þóttast maður að þetta sé ansi snjallt þetta vopnahlé hjá þeim. Já, það er það virkilega hefur skilað sínu og maður sér það bara í umræðunni hjá almenningi á Íslandi núna að þetta algjörlega, þetta brýtur upp í rauninni þar sem að er einn rauður þráður upp í trilljón mismunandi þræði þar sem að þú þarft að fara að fact-checka hverja staðhæfingu fyrir sig og allt í einu koma staðhæfingar það kemur út myndband á Hamas-liðum að aflífa menn út á götum úti og það verður talk of the town og maður þarf bara að skoða það, hvað er að gerast þar og mynda sér afstöðu til þess og á sama tíma þá er Ísrael að sprengja flóttamannabúðir en þau staðhæfa að Hamas hafi sprengt fyrst og maður þarf bara að skoða það og þá kemur náttúrulega í ljósa að það er ekki rétt að það var Ísrael sem að veldur þessari sprengingu sem að það síðan fylgir eftir og það sama með þessar opinberu aftöku sem er náttúrulega skelfileg og En ég meina í landi það sem er ekkert réttarkerfi. Já, einmitt, en það á ekkert að vera eitthvað erfitt að tala um svona hluti að ástandið er skelfilegt á Gazaströnd og Hamas er uppreisnarsveit sem að raunverulega verður til þú veist, undir Eru Ísraelarnir sem búið til Hamas? Já, og við sjáum að þeir menn sem eru teknir af lífið þarna á götunni eru að berjast fyrir hersveitir sem eru fjármagnaðar og skipaðar af Ísrael og þetta eru opinberar þetta er ekki samsæriskenningar þannig að þú veist, ástandið er ekki svo einfalt að það séu bara Hamas er ekki alveg Hamas þú veist, þetta er mjög flókið. En það er líka bara að setja þessa hluti í samhengi að þú veist, auðvitað blöskra mér þetta svakalega og ég fekk bara þetta var hræðilegt sem maður þarf bara að vinna úr að hafa séð þetta myndband eins og öll myndböndin sem er að koma af Gazaströndinni og að segja mér að þetta sé eitthvað sem eigi að breyta heimsýn minni á sama tíma og ég er að horfa á dagleg myndbönd úr fangelsum í Ísrael þar sem að stjórnmálamenn er að niðurlægja menn þú veist sem þeir eru búin að binda fyrir auguna og binda hendur fyrir aftan bak og láta krjúpa í kvalafullum stellingum og þeir eru að senda hunda og gamlar konur og þeir eru að drepa menn á nákvæmlega sama máta þar sem að þeir krjúpa á jörðinni og eru skotnir aftan í hausinn skilur út á götu þannig að það þýðir ekki að láta eins og þetta atriði sem að það er mjög hentugt hvernig framsetningin á þessu hefur verið fyrir stuðningsmenn Ísrael. Þú talar um fjölmiðlar náttúrulega spila mjög stóra rullu í að viðhalda upplýsinga óreiðunni í rauninni með því að svona pikka úr og ég svona setja fram og það var frétt sem að ég tók eftir helgina. Þar var að vera að tala um að lík gíslana, ísraelsku sem voru palestinski gíslar í ísraelskum fangelsum oft kallaðir fangar í árúf meðal annars en eru þetta bara gíslar, þetta eru bara menn sem eru teknir án dómstóla og geymdir jafnvel í áratugi og þessi lík sem var skilað til fjölskyldnanna á Gaza og báru öll merki þess
að hafa sætt sko hryllilegum pyndingum og það vakti svona athygli mína hvernig var sagt frá því á RÚV. Það var talað sko meint ofbeldi og það var talað að já, hugsanlega hefðu þeir verið drepnir en samt var verið að lýsa sko lýsa því hvernig þeir voru sko líkin voru útleikin að það engin vafi á því sem að maður að sjá með augunum einhvern veginn en fjölmiðlar eru svo uppteknir af því að vera að sýna að fara eitthvað svona milligveg að þeir einhvern veginn ég veit ekki hvort það viljandi eða óviljandi afstöðu með sko bara kvalarunum. Já, akkurat. Já, ég meina að þetta blaðamenn RÚV láta eins og myndböndin af ísraelskum hermönnum í ísraelsku fangelsi að nauðga palestínskum fanga með járnröri upp í rassinn þar sem þeir mynda skjaldborg með skjöldunum sínum til þess að hylja það frá myndavélunum sem að tekst ekki. Þeir láta eins og þetta myndefni sé ekki til. Þau láta eins og að vitnisburður allra þeirra sem að hafa komið út úr ísraelskum fangelsum sé hvað þá mögulega Hamas-lígi eða þú veist, við erum að tala um það að Ben-Gvir, ég kann ekki alveg að bera frá nafnið hans, sem að hvað hann ekki, ekki utanríkisráðherra, hann varnarmálaráðherra Ísrael, að hann ítrekað, við erum að tala ítrekað, hann að ganga inn í þetta helsta fangelsi sem að þau kalla hryðjuverkamannafangelsið, að taka upp myndbönd af niðurlægingu sem eiga sér stað, sem að samræmist bara algjörlega við þær pyntingar sem að talað þannig að þú veist, þetta bara eitthvað svona off the top of my mind, þar sem að ég man eftir að bara hörðum sönnunargögnum það sem gerist inn í þessum fangelsum. Ég meina Magga Stína, hún talaði þetta nákvæmlega saman. Já, einmitt, þú veist. Já, þannig að það bara augljóslega ásetningur að fjalla á ákveðin máta ákveðna hluti og þú veist, mér langar ofta að trúa því að fólk sé bara glært og fólk séu einhverjir vitleysingar og það sé ekki með einhverja analega hagsmuni í brjóstegi þegar það að flytja sína fréttir, en því trúi ég bara ekki. Ég get ekki sagt að ég trúi því. Það eru augljóslega hagsmunir sem verið að verja og við sjáum þetta ekki bara á RÚV, við sjáum þetta á Vísi og við sjáum þetta á MBL og þú veist, þetta náttúrulega bara þeir sem fara með völd, fara með fé og þeir sem fara með fé eru bundnir sömu hagsmunum og ólígarkar allstaðar og það fólkið sem stjórnar þessu landi og þessum fjölmiðlum. Akkurat. Þú myndist þessu á Vesturbakkann. Það hafa ekki borist mikla fréttir af Vesturbakkanum en það sem í gangi á Vesturbakkanum bara nákvæmlega það sama og var að gerast á Gaza hérna fyrir 10 árum síðan, 20 árum síðan. Já. Og þannig verið að þrengja og minnka svona leyfileg landsvæði Palestínumanna. Það voru náttúrulega gerður hann eitthvað sáttmáli Vesturbakkann, ég held að það hafi verið 67. Oslo. Já, var hún skipt upp sko í annað skipti á milli Ísraela og Palestínumanna. Vesturbakkinn samt að ná í sjálfu sér að vera að stærstum hluta í höndunum á palestínufólki, það hins vegar ekki þannig og núna alltaf verið að stækka umráðasvæði Ísraelsmanna og það sem þeir hafa verið að gera núna undanfarið að þeir að taka bara gísla, að þeir að taka menn bara tugi ef ekki 1000 menn, bara saklausa menn og fara með þá í fangelsi. Þannig á sama tíma og þeir segjast vera að sko tæma út úr þessum pyndingafangelsum sínum, þá þeir að fylla þau aftur. Einmitt. Og það nefnilega, ég myndi segja að það væri svona stærsta kannski brotið á líka þessu vopnasamkomulagi. Já, ég meina og bara, þú veist, talandi þessi radar og radar ekki í fréttir, að núna hvað í seinustu viku, þá var, þetta þýskur, ísraelskur aðgerðarsinni sem hefur verið þarna, veit ekki, senustu 4 ár, hann svo tiltölulega ungur, en hann hefur verið þarna á Vesturbakkanum og í rauninni stundað sko bara viðveru vörn, held ég að maður megi kalla það og það svona þekkt aðferð sem aðgerðarsinnar á Vesturbakkanum hafa notað til að verja heimamenn frá árásum landnema eða landræningja og það felur einfallega bara í sér að manneskja með ísraelskt vegabréf á staðinum og það hefur verið nóg til þess að halda aftur af ofbeldi landræningja.
En núna þá eru að koma fleiri og fleiri yfirlýsingar frá aðgerðarsinnum og honum sérstaklega það að bara nægir ekki til lengur. Nú er búið að ráðast á hann nokkrum sinnum, það er búið að handtaka hann ítrekað að tilefnislausu. Það fór núna myndband í dreifingu seinustu viku þar sem við sjáum sko bara Ísraela sem eru með bundið hérna með grímur fyrir andlitum, veitast að fólki sem er að vinna hérna á ólífu uppskeru held ég, ef ég maður rétt, og þeir þarna hlaupa bara að bara almennum borgurum og einn að tekur játrur og lemur, þú veist, 70 konu aftan í hausinn, fattaru, og á meðan allir þurfa að flýja frá, og þarna eru náttúrulega ísraelskir aðgerðarsinnar með í för. Þetta er grafalvarlegt og þetta er mjög lýsandi fyrir ástandið á Vesturbakkanum, en náttúrulega ekki mjög hentugt fyrir fjölmiðla hér að fjalla um það, því almannaálitið er nú þegar sko með Palestínumönnum og hefur verið það svona að mestu leyti, en eins og við sáum að þá náttúrulega fjall aðeins stuðningur með Palestínu í einhverju könnunum fyrir 2 mánuðum síðan eða svo, og þau sjá ennþá ávöxtun úr því að reyna að stjórna umræðinni. Það er ekki eins og það hafi engin áhrif, það er ekkert gefins að við getum haldið umræðinni í þágu mannréttinda ef allir fjölmiðlar ætla að starfa svona. Akkurat. Það er að því þú myndist á hermennina sem voru einmitt svona grímuklæddir og það minnum alltaf á annað svona tengt en ótengt. Það eru ICE-sveitirnar í Bandaríkjunum og þetta er nákvæmlega sama sviðsmyndin í rauninni. ICE er þá heimfaradeild Bandaríkjanna. Já, og svo ef við kannski lítum bara hérna heim, þá erum við með okkar eigin heimfaradeild sem er og hefur verið núna að svona sækja svolítið í sig veðrið og nú að fara að byggja fangelsi hérna utanum flóttafólk og börn jafnvel, og þannig að maður sér einhvern veginn að því að við tölum í upphafi, þetta væri allt tengt, þetta eru allt tengt. Heldur betur, en ég menna ég held bara að rofið við söguna sé svo gífurlegt að við þurfum virkilega að hafa fyrir því að halda þessar umræðu á lofti, sko, því að það að fólk sé ekki að tengja við afleiðingar þess að setja upp fangabúðir fyrir fólk sem er að flýja stríð og hungur, að það átti sig ekki á því hvert það stefnir, þú veist, á sama tíma og við sjáum, þú veist, raunverulega við erum ekkert eitthvað eins og byrjunadagar Þýskalandsríkis undir Hitlers, þú veist, við erum komin djúpt inn í þessa atburðarás. Við erum komin djúpt í fasismann bara. Já, bara rosalega djúpt og fangabúðirnar eru löngu risnar upp erlendis og ég meina það eru, eins og ég held ég hef nú talað um einhvern tímann áður, að ég fór á Google Maps að skoða fangabúðirnar í El Salvador sem að Bandaríkin hafa verið iðin við að senda fólk ólöglega til og bara án dóms og laga. Í rauninni þá er bara nóg að starfsmenn ICE telji að einhver sé ólöglegur innflytjandi og þá er hann handtekinn og síðan er ekkert gefins að þeir sé sleppt og dæmi allavega einn sem að ég man eftir sem að er bara amerískur ríkisborgari sem að var sendur til El Salvador, sko. Og átti í mestu erfiðleikum, ég veit nú ekki hvort hann er komin tilbaka, en það var allavega, þetta stóð mjög hátt í sumar, þetta mál. En þar voru nú bara, í þessu fangelsi voru bara sko stóri blóðpollar á jörðinni úti. Og það er bara mjög skýrt, mjög skýra loftmyndir, sko. Það sé ómikil samsæriskenning að sjá eitthvað á gerðunhattamynd, ég veit ekki. Kannski er þetta járn á jörðinni. En svo er maður líka bara einmitt, af því að það er alltaf verið að tala um upplýsingaóreiðu og það er alltaf verið að tala um myndir og falsanir og AI og allt það. Hvernig vitum við að það sem við innbyrðum með þessum hætti sé raunverulegt? Þetta er náttúrulega vandamál sem hefur orðið gigantískt og þó að gervigreindin sé ekki orðin það fullkomin að það sé ómögulegt að greina þar á milli, þá er hún orðin nógu góð til þess að við efumst um allt sem við sjáum og það hefur náttúrulega svakalega áhrif. En til þess að reyna að greina á milli hvað er gert af gervigreind og hvað ekki, þú veist, í dag þetta getur náttúrulega breyst en þróunin hún er í smáum skrefum á þessum tímapunkti en það var þarna Sora sem er vídeó gervigreindar líkan sem að þú setur bara einn texta og það pumpar út myndböndum sem eru þjálfið á samfélagsmiðla efni sem sagt að það líkan var dálítið stórt skref í þessum gerfi myndböndum en það er ennþá hægt að horfa til þess að ef að myndbandið er mikið lengra en 10 sekúndur og það heldur, þú
veist, og þú ert ekki að sjá nein ummerki að hendur sé að bráðuna við líkama eða, þú veist... Sexfingur eða... Já, og í rauninni þá, þú veist, besta leiðin að velja sér nokkra hluti og reyna að fylgja þeim í gegnum allt myndbandið og reyna að sjá hvort að staðsetningin, hvort að lögunin á hlutnum, þú veist, eru stafir í myndbandinu sem að þú getur séð fara úr ramma og inn í ramma og þeir skrifa þá sama orðið, alls konar svona hlutir sem að varða continuity sem að brotna niður mjög hratt í þessum myndböndum sem hægt að horfa eftir og síðan lengdin annað svona telltale sign en lengdin, þetta verður náttúrulega lengra og lengra þessi gluggi sem að líkunin ráða við og þau að verða betri og betri í að halda þú veist, consistency og continuity í myndböndunum en á þessum tímapunkti þá tiltrúlega aðgengilegt fyrir þá sem að setja sig út til að reyna að greina á milli þess hvað kemur úr gervigreindarlíkani og hvað ekki en náttúrulega fyrst og fremst þá það bara að reyna að greina hvaðan grunnheimildin kemur. Ég sé ótrúlegast að fólk mitt deila gervigreindarvídeóum sem að kannski að því að ég einmitt farin að efast allt sem ég sé á internetinu. Ég trú ekki neinu lengur sem ég les á internetinu eða sé á internetinu. Þetta er orðið vandamál í mínu lífi að því ég á bara mjög erfitt með að horfa á myndir á internetinu og taka afstöðu til þér. Og ég veit ekki hvort það er gott eða vont. Þá fer ég bara einhverja krókaleið og leita mér upplýsingum annars staðar. En ég fer örugglega á misvíð fullt af góðum upplýsingum vegna þess að ég akkurat vantreysti. En einmitt, eins og ég segi, þá hef ég séð, ég sá daginn þar manneskja sem ég þekki sem að gefa svo út fyrir að vera sko svona í svona netvörnum fyrir þolendur kynferðisofbeldis sem að deilir gervigreindarvídeói. Og ég heldur það sé raunverulegt þá? Já. Hvað sæðilegs var það? Þetta var bara eitthvað maður að tala eða eitthvað svona, þú veist, en það var augljóslega, þú veist, það var margt sem að, og ég meina, það sem maður var að segja var svo sem alveg merkilegt, en þetta var samt plat. Akkurat. Og ég hugsaði bara, vá, fyrst að þessi manneskja er komin á þennan stað, fólk, svona eldra fólk sem að deilir eitthvað svona alveg reynd ótrúlega á Facebook, við kannski séð þetta eitthvað svona amma, deilir eitthvað svona, guð, þið trú ekki hvað þessi kýr gerði þegar hún tókst á loft eða eitthvað svona, þú veist, maður bara alveg svona, þetta er... Sko, það er gott að minna sig á það bara svo maður missi nú ekki alla trú að upplýsingaóreiða hefur alltaf verið til staðar. Þú hefur alltaf þurft að spyrja þig hvort að þú treystir þeim því efni sem þú ert að innbyrða eða ekki og til þess að raunverulega geta staðið við heimildirna sem að notar þá þarftu alltaf að leggja rannsóknarvinnuna í það. Það er ekkert nýtt. Já, þú ert alltaf, þegar maður er í blaðamennsku þá þarf maður eiginlega að vera með sko eina frumheimild og svo 2 heimildir sem staðfesta eða bakka upp og það er ágætisregla. Já, og það hefur alltaf verið svoleiðis út af því að það hafa verið valdamiklir leikmenn í öllum samfélögum sem að vilja hafa áhrif á söguna og hvernig við upplifum hana. Það er ekkert nýtt af nálinni. Þessi tækni er nýja nálinni. Það er óhugulegt að sjá svona djúpfalsanir og annað. Lögreglan hreinsaði upp eða fór að deila einhverju. Já, einmitt. Það var alveg svona, það var með ólíkindum og hugsaði mér sér bara, þú veist, ég meina ekki eins og þið höndlið. Einmitt. Já, ég meina það er svona sem er stærsta breytingin í okkar raunveruleika núna er svo staðreind sem er óumdeilanleg að allt myndefni og vídeóefni og hljóðefni krefst þess nú að þú hugsir þig 2 áður en þú treystir því. Sem er kannski ekkert slæmt. Nema kannski, ég velti þessu svolítið fyrir mér í samhenginu með, þú veist, eins og nú allir með svona ringmyndavélar og það eru myndavélar í Teslum og svona og það er alltaf verið að taka myndir af okkur alls staðar en ég meina, sönnunargögn og svona hlutum, það er kannski rökkva skamt ef að það er svo auðvelt að falsa. Já, en síðan er það aftur, nú bara fyrir smá samhengi, ég hef starfað við að þjálfa tauganet eins og þessi, aðalega í hljóðvinnslu og ofan á það þá er ég sko með háskólagráðu í hreyfimyndaframleiðslu og margmiðlun, þannig að ég kem frá stað sérþekkingar hvað þetta varðar og við erum ekki þar að það sé ekki hægt að aðgreina eða reyna að staðfesta hvort að grunnvídeóheimild sé fölsuð eða ekki og til þess eru tól og aðferðir sem við notum sem að það rýnir ekki nauðsynlega einu sinni í innihald myndefnisins heldur rýnir í rauninni í sko kóðan bak við myndefnið og þá skráningu metagagna sem að fyrirfinnast innan þessara skjala. Þannig ef ég efast eitthvað þá sendi ég bara þig. Já, en það er náttúrulega, þú veist, þetta er eins og öll önnur rannsóknarvinna, já, ég myndi alltaf hjálpa þér, þú veist það, og það er aðstóðið að aðgreina hluti, en bara til að gefa svona innsýnin í það ef ég ætla að
ef ég ætla núna að vísa fram einhverju vídeóheimild og það er einhver vafi það hvort að hún sé gerða gervigreind eða ekki, að þá eru þær aðgerðir sem við förum í eins og ég sagði áðan, við byrjum á að skoða lengd efnisins, skoðum hvernig haga hlutir sér eðlisfræðilega inn í myndefninu. Þú getur greint alls konar hluti eins og þú veist ef að bíll er að keyra í myndbandinu og síðan snarhemlar bíllinn ef þetta er spurning um eitthvað hit and run eða hvað það er, þá getum við náttúrulega reiknað út hegðun hlutarins í myndbandinu og borið það saman við eðlisfræðileg lögmál og þannig komist að niðurstöðum það hvort að það sé hvort það samræmist lögmálum heimsins eða ekki og þar náttúrulega brotnar gervigreindin gífurlega. Hún hefur ekki völd á eðlisfræðinni þó að hún hermir stundum ágætlega eftir henni. Þannig að það eru ýmis ráð sem við getum notið önnur heldur en bara að leita 5 puttum eða já, en við erum hvergi nálægt í að gervigreindin sé bara að þú getur reitt á það hún framleiði samfærandi sönnunargögn því að það er svo sannarlegt að hægt. Það er mjög gott að vita það og ég meina það var náttúrulega frétt mitt af einhverju svona gervigreinda vídeó bara núna fyrir helgi, þá var af kennara og nemanda, það fór rosa hátt þannig að þetta er þarna en þetta er ekki svona það eru leiðir til þess að Já, en síðan er líka sko, að þú veist ég vil alls ekki gera lítið úr þessu vandamáli og skjalafölsum í gervigreindin nú þegar orðið stórt vandamál bara með lögfræðinga, þú veist við sáum núna Deloitte ef ég man rétt var að endurgreiða einhverja svakalega peninga út af lögfræðiþjónustu þar sem að þeir voru búin að vera með útselda lögfræðiþjónustu þar sem að ChatGPT var bara að gera samningana og þeir held ekkert vatni og þetta var bara fullt af einhverjum hvað segir maður, einhverjum hallucinations hallucinations segi ég. Já, bara einhverju villum bara. Já, þess að gervigreindin hún gerir það sem er kallað hallucinata eða það er eitthvað fallegt íslenskt orð sem við getum notað yfir þetta. Fabulera. Já, kemur til okkar. Já, þetta er mjög áhugavert. Ég velti þessi mikið fyrir mér en mér finnst þetta reyndar svolítið gott að ræða þetta við þig af því að ég hef haft miklar áhyggjur af þessu en þetta bendur allt til þess að við séum ennþá bara mjög tilneydd til þess að nota heilann áfram. Já, og við búum bara eins og áður í heimi þar sem að það er auðvaldið sem að fer með völd og það vill okkur ekki vel og það er staðreynd og það var það fyrir AI og það verður það eftir AI og AI verður notað til þess að reyna að fylgja eftir hagsmunum þessara hópa því að þeir eru hóparnir sem fjárfesta í þessari tækni og fara með valdið þar eins og annars staðar þannig að það er bara svo sannarlega ástæða og tilefni til að hafa áhyggjur en varðandi þetta mál með nemandan sem að gerði myndefni af kennara og öðrum nemanda að kyssast að þú veist það verða grófari mál en þetta, skilurðu sem eftir að koma til umfjöllunar í náinni framtíð og þetta er stórt vandamál og að nota þessa tækni til kúunar aðferða þar sem að þú kannski vilt einhver reynir að fjárkúa þig með mynd sem að er kannski auðvelt að sanna hún sé gervigreind en fyrir einstaklingin sem að er verið að hóta að senda þetta á vinnuveitanda eða hvað það nú er að þá vilt ekki fá þetta situation upp og þú veist, þarna erum við að sjá skuggalega þróun og bara siðferði með gervigreind og þú veist, hver hefur yfirumsjón með henni þú veist, treystu við ríkisvaldinu til að hafa yfirumsjón með þessu og persónuvernd eða treystu við tæknirísum til þess eða treystu við einstaklingnum til þess að vera ábyrgur fyrir gjörðum sínum þú veist, hvað ætlum við að gera þarna það er flókin spurning sko. Já, og það er einhvern veginn maður er einhvern veginn þetta eru svona spurningar sem kannski brenna á manni og brenna á samfélaginu og fólkinu í samfélaginu eru upplýsingu og það er einhvern veginn þetta tengist allavega fyrir mitt leyti þá er svolítið svona Gaza sem að opnaði kannski augum mín fyrir því hversu ofboðslega bara svona drekk hlaðin veröldin mín var af alls konar fölskum upplýsingum og svona hagsmunar aðilum að reyna að hafa ykkur áhrif og hvernig lífið mitt einhvern veginn svona stýrðist af algoritma að mörgu leyti. Ég veit ekki hvort þú kannast við sko, ég hef oft, maður hugsar eitthvað og svo sér maður svona sponsored ad og þá hugsa maður bara eitthvað wow, það er að lesa hugsanum mínas en það er auðvitað ekki þannig það er bara verið að stýra þeir í einhver átt og það er búið með einhver svona subliminal algoritma bara að stýra þeir í einhver átt þá getur þú hugsað eitthvað og þá poppar upp auglýsingin og það er þetta sem mér finnst svo skeri sko. Já, sko bæðið er satt við erum náttúrulega mun fyrirsjáanlegri allavega í svona grunnri hegðun en við teljum okkur vera
engin manneskja fullkomlega fyrirsjáanleg og aldrei myndi ég halda því fram en svona frá sjónarmiði markaðsafla að þá eru svona hvatir mannskepnunar eru frekar fyrirsjáanlegar og hvað ákveðnir svona stimulants gera og hvað ákveð efni gerir frekar fyrirsjáanlegt, þannig að eins og Ég man eftir að hafa lesið þetta svona subliminal, hvað var ekki, Edvard Bernays og frændans Freud sem að bjóð til subliminal kókaauglýsinguna í bíó og þú veist, það bara ennþá verið að nota þetta allt á okkur. Já, reyndar þá sko sú auglýsing skilaði ekki miklum árangri í svona, þú veist, þetta smá pseudo-science en enga síður ég horfði á það meira eins og einhvers konar svona gjörning sem að sýnir okkur sko hvað auglýsendur vilja gera. Já, hversu langt þeir vilja seilast. Já, þú veist, ef þeir gætu bara laumað hugsunum inn í hausinn á þér, þá myndu þeir gera, ef þeir gætu tekið yfir hausinn á þér, þá myndu þeir gera það. Já, fattar þú. Og þetta var svona sýndi mjög vel hver ásetningur auglýsenda en það ekki svo auðvelt að koma hlutum í undir meðvitund okkar að það sýna einn ramma á leiftur hraða sem þú kemur inn í kvikmyndina að sé að fara að láta þig fara og kaupa þér Pop og Coke í hlið. Það virkaði ekki og hefur verið afsannað. En enga síður mjög áhugaverð tilraun sem var gerð þarna og þeir sem kannski ekki þekkja það þá erum við að tala um þetta var tilraun þar sem að einhver, ég man ekki hver það var, einhver Edvard Bernays held ég. Já, einhver af þessum gömlu kapitalísku sálfræðingum vildi koma sko einum ramma af Coca-Cola logoinu inn í kvikmynd. Þannig að þú ert að horfa á kvikmynd sem ég veit ekki hvað þetta var á þessum tíma, örugglega undir 24 römmum á sekundu en x margir rammar á sekundu og sen í einn ramma þá blikkar Coca-Cola auglýsingin og þú áttar það ekki á að þú hafi meðtekið hana en í undir meðutundinni áttu að hafa meðtekið Coca-Cola logoið og þá hugsaði hlénu, já, mikið vil ég fá mig kók. Það var það sem hann var að reyna að framkalla. En við þurfum því miður fyrir auðvaldið, þá það ekki svo það ekki alveg svona einfalt. Ekki svona auðvald að samfæra okkur að við viljum kók. En það orðið ansið auðvald að stýra okkur í gegnum samskiptamiðla og við náttúrulega, sko, uppgangur að því að við erum að tala svona uppgang fasisma og það svona beinlína einhvern veginn á milli notkunar og samskiptamiðlum, algoritma, það eru sko hegðun ungra karla sem eru orðnir íhaldsamari, þeir eru orðnir einhvern veginn svona kirkjukristnari og ekki það sé endilega slæmt en þeir eru einhvern veginn svona já bara þú veist þeir eru horfnir aftur til eitthvað svona gamalt að gilda það sem er svona svolítið svona kvenfyrirlitning og útlendingahatur og eitthvað svona ég veit ekki bara svona þú veist, kjarnorkufjölskyldan er einhvern veginn svona að því að þetta er mjög þægilegt fyrir kapitalismann. Kjarnorkufjölskyldan er bara hönnuð til þess að virka í kapitalísku samfélagi og við erum bara einhvern veginn komin með bara málsfara fyrir þetta fyrirbæri í okkar eigið samfélagi. Akkurat. Alltaf fleiri og fleiri. En þannig að það er gaman að velta þessu fyrir sér sko hvort að sko, ég veit ekki hvernig við getum náðu utan þetta svo sem. Já, mér hefur verið þetta svona hugleikið eins og mörgum, bara þessi þróun sem er í gangi og síðan sér maður náttúrulega að það eru, þú veist, miðflokksmenn og aðrir áhrifamiklir einstaklingar í samfélaginu eru búin að setja sig í stellingar til að gera það sama og við höfum séð til dæmis Tony Robinson gera í Breitlandi og Elon Musk gera í Bandaríkjunum og þetta er augljóslega bara eitthvað sem við þurfum núna að fara að takast á við á mun meiri skala en við höfum verið að gera hingað til. Og sko núna var kvennafrídagurinn bara daginn og maður sér mikið af mönnum og strákum sem að segja bara hvað er ekki komin bara launajöfnuður í samfélagið og þú veist einhver könnun segir að 40% eða 40% samfélagsins sko sé á því að það sé komin á jöfnuður og það fyrir mér er augljóst að þetta er fólk sem ekki þekkir samfélagið sem það býr í og þekkir ekki sögu samfélagsins og þú veist það er eiginlega óhugulegt hversu mikill sko sögulegur hvítþvottur hefur átt sér stað í nútíma samfélagi á Íslandi því að landnemar sem kominga fyrir ekkert svo löngu síðan, þú veist, við erum að tala um hvað er þetta 900 eða eitthvað þú veist, 900 til 1200 þegar það er verið að byggja upp þessa nýlandu að þá eru meir og minna bara sko kvenmenn sem er komið með hingað eru konur sem er rænt af Englands eða Bretlandsströndum eða Írlandi og Skotlandi þú veist, það eru bara fjölskyldurnar þeirra voru drepnar fyrir framan þær þú veist, þeir menn sem að lifiðu komu sem þrælar og þær konur sem ekki voru teknar til einhvers konar eiginkvenna og urðu bara ambáttum og
svona byggjum við samfélagið og ef þú skoðar erfðamengi Íslandinga í dag að þá eru, þú veist, og einhver líffræðingur getur útskýrt þetta með réttu tungumáli og farið í núansana, en eins og ég skil þetta þá er 60% þú veist af þá erfðamengi kvenlegsins á Íslandi á rætur að rekja til Englands og hérna til og Írlands, já, Írlands. Það er rauða hárið sko. Og 40% karlmanna þannig að þú veist, þetta hefur auðvitað þinnst aðeins út bara þegar það fóru að koma fleiri innflytjendur til landsins og fleira. Já, en svo erum við náttúrulega líka, við erum eyja og við vorum viðkomustaður bara hérna alls konar fólks, víkinga en líka bara hérna vísindamanna og sjómanna og vegna þess að það er mjög þægilegt að stoppa hérna í leiðinni á milli Bandaríkjanna og Evrópu eða hérna eitthvað annað og það verður auðvitað líka blöndun þar þannig að við erum náttúrulega mjög blanda samfélag. Já, en menningarlega þá komum við frá stað sem að byrjar á því að öllum kvenlegnum er rænt úr öðrum löndum og það komið meðan hingað gegn vilja þeirra. Það er ályktun sem er hægt að draga mjög áreiðanlega. Frá, þú veist, hvenær sem að landnámi er þarna 900 eða whatever, þú veist, alveg til hérna 1200, þá er þetta bara, þú veist, beint þrælahald og nýðingskapur og þarna ertu bara með landnemanna sem að, þú veist, byggja beint á hérna þessu nýfengna landi og valdi sínu yfir þeim sem þau komu með hingað með sér. Síðan, þú veist, kemur kristnin inn og þetta verður að land eða vistarbandi sem að þýðir að í rauninni þeir sem ekki eiga land, þeir eru þrælar þeirra sem eiga land og það er lögumbundi, þú ert ekki frjáls ferðaðina og það er í rauninni svona bara til aldamótanna 1900, bara rétt áður en að Sjálfstæðisflokkurinn er stofnaður og Seðlabankinn er settur á fætur, að þá var fólk bundið þessum vistabandi og síðan færu okkur í rauninni bara yfir í form sko skuldaþrældóms og það er samfélagið sem við búum við í dag þó að við höfum svona og kynslóðir sem eru nær okkur í tíma hafi upplifað sko iðnbyltinguna og séð stóra breytingar á mörgum hlutum að þá hefur þetta ekkert breyst og auðvitað er kvenpeningurinn undir í þessari valdahierarkíu þó að við séum með einhverja auðvaldspósera sem að fara núna eins og valkyrjustjórnina sem að náttúrulega bara representa ekki sko hérna jafnrétti á Íslandi en það er tala einhverja sigra sem eiga að hafa náðust á sama tíma og þær brjóta á jaðarsettustu konum á landinu. Þannig að það er augljóslega ákveðin kvíþóttur og sjónblekking sem að flestir búa við þegar við hugsum þú veist, raunverulega hérna, samsetningu Íslands samfélags og valdastruktúrin sem að hér enn er við, órofin frá landnámi. Við þurfum alltaf að gera upp okkar eigin sögu, alveg hreint stórkostlega líta einmitt í svona hvert horn og skoða það hvaðan við komum. Við erum ekki fullkomin mjög langt frá því. En Pétur Eggerts, ég ætla að þakka kærlega fyrir að koma hérna og ég bara svona farum víðan völl með mér. Þetta eru svona málin sem að kannski eru mörgum hugleikin. Þetta er svona, þú veist, þetta er Gaza, Bandaríkin, fasismin, einmitt, tauganetin og hérna, og auðvaldið. Þetta er svona, þetta helst allt í hendur. Sumir myndu kalla þetta kapitalismann. Já, sumir myndu bara kalla þetta kapitalismann. Ég held að þetta sé bara alveg rétt þegar. Takk fyrir Pétur. Og dokkið við, það er meira hér handa við hlið. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is